Við eigum að reikna út ákveðu fylgisins stóra omega af e-veldinu 2x, 2 e-veldinu 2x, e-veldinu 3x og 3 e-veldinu 3x og það er stungið upp á því í fyrirmælum sem ég skrifa nú ekki niður og nota þáttunarreglu fyrir ákveður og þáttunarreglan segir að ef það er sami þáttur í línu eða sami þáttur í dálki þá mögum við taka hann út fyrir ákveðu. Segjum þá laust. Ákveða fylgisins stóra omega af x er, ég skrifi þá ákveðu fylgisins bara fyrst beint 2x e-veldinu 2x, 2 e-veldinu 2x í veldinu 3x, 3 e-veldinu 3x og nú nota ég þáttunarreglurnar, færi jafnægmætti bara hingað. Ég sé e-veldinu 3x er þáttur í báðum liðum aftari dálksins, þannig ég má taka það út fyrir ákveðu. E-veldinu 3x ætla ég að skrifa. Í veldinu 3x. Kannski sýni þetta bara í skrefum. Hvað er þá eftir? Það er í veldinu 2x, 2 sinnum í veldinu 2x, 1 sinni og 3 sinnum. En ég get beitt þáttunarreglunni aftur. Hér er í veldinu 2x þáttur í báðum báðum línum og í fyrri dálki, þannig ég var með e-veldinu 3x, ég tekið e-veldinu 2x, eftir er 1, 2, 1, 3 og nú nota ég bara veldareglur. E-veldinu 3x sinnum e-veldinu 2x er e-veldinu 5x og nú nota ég ákveðreikninga 3 mínus 2 1 sinni 3 mínus 2 sinnum 1 3 mínus 2 er 1 þannig að þetta er komið.